Komið þið sæl og velkomin í umræðina. Umræðan sem sagt podcast og samstarf Stúdentaráðs og Landsbankans og ætlað að fjalla fjármál stúdenta. Í dag ætlum við að fjalla húsnæðismarkaðinn og hvernig ungu fólki gengur að komast út úr foreldrahúsum. Til okkar komin Pétur Marteinn Urbansis, háskólanemi, Elísabet Inga Sigurðardóttir, háskólanemi og Ari Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Velkomin. Takk. Ari, þú varst búinn að taka saman einhver gögn svona stöðuna til að segja hvað frá því. Já, það í stuttu máli þá spurningi svo langar ungt fólk til þess að komast inn á íbúðamarkaðinn og á það möguleika á því og svo framvegis. Það er mikið talað um þetta, mikið talað um skort á litlum íbúðum og svo framvegis. Og ég skoðaði hverju fólk stæði frammi fyrir ef það vildi kaupa tiltölulega litla íbúð og fór bara inn í gögn Þjóðskrár þar sem eru upplýsingar allt sem hefur verið keypt og selt og leitaði að íbúð sem að kom í ljós að var svona meðal lítil íbúð, ef maður getur sagt sem svo, og hún var 66 fermetrar og verð á svona íbúð er 34 milljónir króna, þannig að það er svolítið mikið fyrir svona meðal íbúð, auðvitað það til litlar íbúðir dýrari og líka ódýrari. Og svo hélt ég áfram með málið og spáði í hvernig væri hægt að fjármagna svona, að það náttúrulega eigi því sjálfur svolítið mikið. Og maður þarf 85% lán getur maður fengið til dæmis í Landsbankanum og maður þarf að eiga 15% sem er vandamáli fyrir marga. En að því frá gengnu þá fór ég og leitaði að bestu leiðum, hentugustu leiðum til þess að fjármagna þetta með löngum lánum og svo framvegis. Og þá kemur í ljós að það kostar svona 150.000 á mánuði að eigna svona íbúð. Maður þarf að borga 150.000 á mánuði. Af láninu þá? Já, af láninu. Já. Og svo náttúrulega kemur eitthvað kostnaði við íbúðin og svo framvegis. Við látum það nú liggja milli hluta. Og svo spáði ég í það líka, hvað kostar að leigja sömu íbúðina og hún miðað við tölur, líka tölur frá Þjóðskrá og opinberar tölur á fyrri hluta ársins, þá kostar það svona 156.000 þessi íbúð líka, svona sirka, í austurhluta Reykjavíkur. Þannig séð þá ef einhver ætlar að fara að leggja stað í þetta og búinn að útvega sér eigið féð, þá kostar þetta og svo kostar þetta að leigja og svo náttúrulega kemur alltaf sagan ef maður fer inn og leigir þá festist maður kannski þar og ekki að leggja mikið fyrir á meðan. Þannig að þetta er svona þessi mynd sem að við sjáum. Þetta er svolítið skrítið þegar maður alltaf verið sagt að maður ætti að kaupa sér hús af því að það er einhvern veginn svo miklu minni svona mánaðarkostnaður, maður finnur minna fyrir kostnaðum af því að borga láni heldur en leigu, en svo virðist ekki vera. Ekki í þessu tilviki, en náttúrulega að kaupi minna, en þá borgar líka minna í leigu og leigi minna. En svona er þetta og raun og veru þá getur maður sagt þessu til viðbótar að kostnaðurinn, fjármagnskostnaðurinn er tiltölulega lægri núna heldur en hefur verið oft áður. Vextir og kostnaður við lántökur eru eiginlega í lágmarki miðað við söguna. Þannig að þetta er mynd sem er ekkert mikið erfiðari heldur en verið hefur, nema það að náttúrulega verða húsnæði náttúrulega hækkar svakalega mikið og þetta er orðið dýrt. En hvað segir þið, Pétur og Elísabet, eru þið í foreldrahúsum? Já, ég er í foreldrahúsum. Ég líka. Okay. Ég þar með yndislegum foreldrum og systkinum og gullfiski. Já, ég hef það svakalega gott. Ég er miðsvæði sem er til mikið kost og það er kannski svona, þess vegna er engin hvati fyrir mig til að flytja heiman strax, vegna þess að ég er nálægt háskólanum og ég er göngufæri við alla þjónustu. En ég setti mig það markmið bara árið 2015 að ég ætlaði að kaupa eign þegar ég myndi flytja heiman og byrjaði að safna. Og það svona, gengur hægt þegar maður er í skóla en klálega þess virði. Það er enginn hvati til að fara á leigumarkaðinn eins og hún segir, maður er kannski óttinn við að festast þar og lítið að þetta leggja fyrir. Get freistandi að fara bara í reisu fyrir það sem búin að leggja fyrir henni? Nei, það er einhvern veginn að ná sem markmið að geta keypt, því að á endanum vill maður sjálfsög flytja heiman. Svo fer ég í reisu og leigir út frá meðan. Já, það er nútíminn. Og það er líka algengt einmitt að fólk kaupi og leigi út meðan það kannski er í háskóla, fá þá kannski aðstoð frá foreldrum. En hvernig það, þú veist, bæði í foreldrahúsum en viljið þið flytja út, finnið þið fyrir einhverjum hvata til þess einhver þörf? Já, ég vil það. Ég er nú orðinn 27 ára, væri alveg til að flytja út. Ég hef búið einhverjum tímabilum í lífinu og það er alveg
betra svo það sé sagt sko að búa einn í staðan fyrir að vera hérna með hellinga fólki sko ekki nógu góð þjónusta heima það Jú, þjónustan er þetta eina sem er betra því að vera heima frábær þjónusta eins og ég segi það er ekki hvatirinn fyrir mig til að flytja ég er náttúrulega 22 ára kannski aðeins myndi þar á en ég myndi til þess alls ekki flýta mér að flytja heimann til þess að kaupa eign á til þess Vassenda eða í Hafnarfirði það sem ég er á góðum stað en það er eitthvað hvatirinn og svona markmiðið að eignast eign og það er náttúrulega alltaf draumurinn Já, er þetta sammála þessu? Ég myndi alveg líka frekar bíða eftir einhver ákjóðslega frekar en að stökkva á hvað sem að bara til að kaupa sko. En eins og að fara á stúdentagarða? Ég bý kílómetrar á háskólanum mér finnst það einhvern veginn smá peningasón en mjög margir vinir mínir og bróður minn sem að búi í sama hverfi hafa verið þar eða byggu í sama hverfi Þessi umræða sko að búa í foreldrahúsum fyrir ungt fólk hún er svolítið skrítin sko, hún gengur svolítið mikið út á það að allt í enn í hruninu hafi farið heil kynslóð sko heim til pappa og mömmu og ef maður skoða tölurnar sko þá er það alls ekki þannig sko kallar á aldrinu 20-29 ára þeir hafa svona tæplega helmingur hefur allan tíma búið í foreldrahúsum og breytingin hefur ekkit verið neitt mikil og alls ekki í hruninu sko eins og núna er þetta til dæmis einhver 45% sem býr í foreldrahúsum en var 40 fyrir 15 árum síðan sko. Konurnar hafa hins vegar hérna á sama aldri 20-29 þeim hefur fjölgað aðeins sem búa í foreldrahúsum en það er bara jöfn fjölgun alveg frá aldamótum þangað til núna þannig að það er ekki hægt að sjá á tölunum og það er svolítið sko andstætt við umræðuna eins og hún hefur verið sko allt í henni hefur bara allir komið sko fólk finnur sér leið kannski. Já, fólk sko þetta er náttúrulega bara tölur ár eftir ár sko og við erum náttúrulega Evrópabúar búa svakalega mikið í foreldrahúsum og alveg upp í sko 70-80% Króatía hæst við erum tiltölulega lág, við erum í mikið lægri endanum, álíka margir í foreldrahúsum hér og Bretlandi en svo eru hinn Norðurlöndin með mjög mikla sérstöðu sko, það eru miklu fleiri hér heldur en hinnum Norðurlöndunum, þannig að ungt fólk á hinnum Norðurlöndunum fyrir utan okkur virðist hafa betri möguleika á að fá húsnæði og kannski minni áhuga á að búa í foreldrahúsum og svo framvegis. Þannig að þegar ég fór að skoða þetta fannst mér þetta koma svolítið á óvart sko, því þetta passar ekki við þessa umræðu sem hefur verið. En hvað veldur að Ísland er svona mun hærri en hinn Norðurlöndin? Væntanlega bara sko hefðir miklu meiri stúdentagarðar í langan tíma á Norðurlöndunum, ég veit ekki og kannski bara eitthvað sjálfstæðis kannski fólki hend út, ég veit ekki, ég hef náttúrulega ekki svolítið til í Danmörku sko, þar er bara regla sko, þú bara ferð og yfirleitt ferðin á stúdentagarði eitthvað svoleiðis sko, sem er nóg af. Maður er með heyrt sko, einhvern veginn að fólk sé veit ekki að þroskast eitthvað aðeins fyrir sko í útlöndum, er fyrir að gifta sig, er fyrir að eignast börn, er fyrir að flytja út ég veit ekki hvort það sé raunin en það er allavega svolítið þannig sem umræðan er sko. En er það ekki alveg mismunandi eftir hvað fólk er að gera með einhvern veginn eins og til dæmis bara Svíþjóð og svona, fólk flytur miklu fyrir út en svo eru þeir sjokkja við sem að vinna með skóla og svona, þau bara byrja ekki að fá sitt fyrsta starf bara 25 ára Þannig að, En hvernig er þetta svona í kringum ykkur? Er fólk alveg að flytja út, þú veist? Það er svona einhverju vinir mínir svona byrjaðir að kaupa Já, einhverjir að leigja líka væntanlega? Bara stúdentagörðunum sko. En við erum vissulega alveg svona hópur sem er heppin með foreldra og svona þannig að foreldrar sem leyfa okkur að vera hjá þeim og svona. Allt eitthvað kjarnafjölskyldu börn hérna. Já, svona í grunninn. Ég var sem að mér að náttúrulega ég þekki margt fólk utan á landi og það náttúrulega neyðast til að flytja í bæinn til háskólanám og það er stúdendagarðan góða kostur en ég finna alveg hjá mínu vinum sem búa einmitt í Hafnarfirði, búa lengra frá miðbænum að það er meiri hvati til þess að flytja fyrir heima, fara á stúdendagarðana. Það er öll þjónusta, nú þekkjum að marga sem eru hérna allt í öll í háskólanum í félagslífun og fleira og þau sækja alla sína afþreyingu fyrir miðbæinn. Þannig að það er kannski svona, við erum kannski óheppilegt dæmi ég og Pétur, við erum bæður 100 Reykjavík og búum í gönguferð við skólan. Ég meina eins og, sko, ég bý í Kópavogi og einmitt, þú veist, fer í skólan og er í 2 vinnum sem er bæði niðri bæ og svona, ég tala svolítið það, sko, að Kópavogi sé svolítið eins og svefnherbergi, sko, ég fer bara þangað til að sofa og fer síðan til Reykjavík til að gera allt annað. En þú veist, samt einhvern veginn, að því nefnir, sko, fólk utan landsbyggð, maður einhvern veginn fullkomlega skiljanlegt að það sé flutta heimann og er, þú veist, að leigja eða kaupa eitthvað svona. En mér finnst það svo illa réttlætanlegt þó svo að ég sé í Kópavogi af því þetta er einhvern veginn samt svona stutt sko, virkar eins og peningasóun að fara
í staðan fyrir að búa bara heim og leggja fyrir sko. Þetta skána við brúnni. Hvað segirðu? Þetta skána við brúnni þegar hún kemur. Já, einmitt, þá hjóla ég. En ef maður skoðar sko töluðar aftur þá hefur verið sko alveg ákveðin þróun í því að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti, þeim hefur fjölgað mikið síðustu 10 ár og það finna þetta út vegna þess að þeir sem að kaupa í fyrsta skipti fá afslátt af þinglýsingargjöldum og væntanlega er það að mestu leyti ungt fólk, þannig að nú er þetta komið eiginlega allstaðar út all land og líka hér á höfuðborgarsvæðinu, svona cirka rúmlega fjórðungur af öllum viðskiptum er fólk sem er að kaupa í fyrsta skipti. Er til einhverja tölur aldur? Nei, ég hef það allavega ekki sko, ég efast það væri hægt að finna það er enginn að leita að þeim sko. En ég myndi að þú nefnir sko fólk að kaupa út á landsbyggðinni og það er bara í sama hlutfalli einhvern veginn og hér. Já, það er sama og hér sko, já. Þannig að það er engin munur þannig séð. Mér minnir að sko, Suðurnes og Suðurland hafi til dæmis verið hærri heldur en síkastið heldur en höfuðborgarsvæðið. Sko. Þannig að auðvitað ekki þá allt saman sko, háskólanum, þetta er bara fólk sem bara á heima á sínu stað og er að vinna á þessu framvegis. Sko. En þetta er samsagt sko, samt fjórðungur sko, sem er að kaupa. Sko. Það er náttúrulega slatti, eða ekki? Jú, það er það. Sko. Líka miðað við þessa stöðu sem maður þekkir að þetta safna saman eiginfénu er svakalega erfiðu hjalli og ég er náttúrulega sko, fólk í mínum aldurshópi, ég þekki mjög marga við hirta mjög mörgum sem að hafa bara einfaldlega að hjálpa börnunum sko, eiga þá hluti í íbúðinni eða eitthvað svoleiðis sko. Og ég svona við sýnist á öllu að það sé svona næstu því eini möguleikin fyrir flesta að eignast að fá einhvers konar aðstoð á því leyti sko. Þetta er eins og Donald Trump I got a small loan of $1 million. Það er eina sem þarf til sko. En það finnst mér algengt hjá mínu vinum að þeir sem eru frættir út á leigumarkað eru að leiga hjá foreldrum. Þá er það foreldrar sem með einhverju litlar eignir og börnin geta leigt af þeim. Svona, mér allan finnst tilhneigingi fyrir svo að það langar fæstum á leigumarkaðan á okkar aldri. Fólk vill kaupa sér sína eign. Já, ég menna við förum í tölunar sem varst að segja áðan 150 skall á móti 156.000 skalli á mánuð og þú ert að eignast í fastegna. En það er aftur á móti þarftu náttúrulega að safna fyrir því sko. Já. En í tilvikinu sem ég tók sko, þá tók ég sko langt svo kallað jafngreiðslulán sko, sem að þýðir það að þú ferð að eignast tiltölulega seint. Já, ok. Þannig að það eru svona margar myndir af þessu sko sem að, Það var einn vinur minn sem keypti sér íbúð daginn og ég kom að hjálpa hann að flytja og óska hann til hamingju og hann sagði ekki verið óska mér til hamingju, pabbi á þetta horn íbúðin og bankinn rest og það óska mér til hamingju eftir 10 ár. Þetta er örugglega tiltölulega algeng mynd sko. Já. En þetta er náttúrulega þýðir það að við erum komin í þá stöðu varðandi það að afla sér húsnæðis akkurat í dag að eignast húsnæði að sumir geta og aðri geta ekki vegna þess að þessi hjall er svolítið erfiður sko. Já. Það virðist alltaf mikið á sko fjárhagsstöðu og vilja foreldra. Já. Eða annarra velferðarmanna. Já, akkurat. En þessi fyrstu kaup, þessar tölur sem er þetta að fara hækkandi? Þú veist, eru verðin að hækka? Nei, er hlutfall fyrstu kaupa? Já, hlutfalli hefur hækkað, já, það hefur hækkað, hægt og rólega, alveg fram á þessu, alveg frá 2008, sko. Já. Þegar skráningin á þessu byrjaði. Já, þegar skráningin á þessu byrjaði, sko. Já. Þannig að, sko, við höfum ekki viðmið hvað verður svona eðlilegt. Nei, við höfum það ekki, sko, vegna þess að þetta byggir á þessum afslætti af þinglýsingargjöldum og þau urðu bara til 2008, sko. Eflaust væri hægt að finna þetta með því að fara í alla, sko, statistík og svo framvegis, sko. Það er náttúrulega bara enginn að gera það, sko. Var ekki einhver umræða að fella niður þinglýsingargjöld á fyrstu kaupendur? Jú, eflaust, sko, svo endar það í hálfu verði, sko. Ríkið er nú ekki mjög mikið fyrir að gefa eftir svona gjöld, sko. Þetta er ólega þægileg gjöld, þessi gjöld, sko. En er ekki bara góð hugmynd að taka sér námslán til að eiga pening fyrir útborgun? Er það ekki bestu vextir sem þú færð? Jú, ég myndi náttúrulega ekkert útiloka að leiðirnar eru náttúrulega, það er að spara og svo getur maður, ef maður er að vinna, þá getur maður lagt fyrir lífið séreignarsparnaði, þá fær maður kaupakkan á móti og fær skattfrelsi og svo framvegis. Það er líka mjög gott að blanda því í, en námsmenn er náttúrulega ekki að vinna neitt reikalega mikið, en það hjálpar samt. Og þetta með námslánið annars þar í Evrópu. Nú vona þessi ekki einhvern þarf að lína að hlusta. En ef þú tekur námslán þá ertu að borga væntanlega tiltölulega lága vexti
og þú náttúrulega bara tekur hann pening og geymir hann, kannski á herri vöxtum heldur en námslánin, nú þekki ég ekki þetta kerfi nógu vel, þannig að þetta svona tiltölulega þægileg fjármögnun myndi ég ætla, en auðvitað má ekki segja það sko, en alls ekki að mæla með þessu. En er 1% á námslánum? Og 1% verðtryggt. Og náttúrulega tekið tengd afborgun og ég held að sé líka einhver staðgreiðsluafsláttur, þannig að þetta getur verið bara flottur prís. Já, en þið þekkið örugglega einhver dæmi að einhver hafi gert þetta? Já, ég þekkti þess. Fólk skal leggja til hliðar. Já, þetta var gert þegar ég var líka sko, þá var fólk að taka námslán og nota peningin í eitthvað annað sko. En svo hefur maður líka heyrt dæmi að fólk sem ætlar að gera þetta en lætur síðan freistast og alltaf að sko klípa úr og þá ertu bara komið lán sko. Já, það er náttúrulega bara eins og var hjá okkur í gamla daga sko, maður fór í frí fyrir parkettpenningin og það framvegist þegar maður var að byggja sko. Fyrir parkettpenningin, hvað? Það var alltaf þannig, sko, það er alltaf svolítið breyting á umhverfinu núna sko, einu sinni þegar ég var ungur þá gæti maður keypt íbúð tilbúna undir tréverk eða eitthvað svoleiðis og flutt inn í hana svona næstu því hálfkláraða og það var bara regla. Bara fókalt? Ekki alveg fókalt, tilbúna undir tréverk sko. Það voru engar hurðir og innréttingar kannski að skornum skammti að slegja saman einhverjum spónaplötum og svo framvegis. Svo smá saman mjakaðist þetta. Þannig að þú varst kannski að kaupa þá íbúð á 2/3 full verð sko. En núna er útilokanum að borga fullt verð sko, þannig að þetta að þýleiti er þetta líka orðið erfiðara og þá byrjaði maður að kaupa hurðir og svo eitthvað svoleiðis og svo var búið að safna fyrir parketti og þá stundum brast stíplan og þá farið til maður þetta er alltaf bara það sama til tenu fyrir parketti. Já. En þetta sko ofan á þessa eiginfjárkröfu þá er þetta líka mikil breyting sko að þú þarft að fara inn í 100% tilbúið. Já. Og getur ekki sko gert eins og við hinn í gamla daga að bara lifa við mjög erfiðar húsnæðisaðstæður en þú átti þó þak yfir höfuðu sko. Og læra þér að vinna með höndum, það er held ég eitthvað sem við vantar algjörlega sko. Já, akkurat, það er líka kannski hluta þessu. Við erum öll hérna með einhverja svona bóknámshendur hérna, ekki valdi hamri í mörg ár. Nei, síðan í smíði grunnskóla. Nei, þú talar um að þurfa að byggja og ég held að það sé svolítið mikilvæg punktur að skipta líka máli hvar er byggt. Áherslur fólks eru bara held ég allt aðra en það voru hér áður fyrr og nú hefur sjálfsögðu verið byggt mikið í miðbænum en það er eignir sem hafa þar verið byggðar eru þetta bara rándýrar og einhvers konar lúxus íbúðir sem að ungt fólk og vanlegt fólk hefur bara alls ekkert efna á. Þannig mér finnst það rosalega stór þáttur í þessum íbúðakaupum eru líka samgöngur. Við höfum oft grínast með það að maður myndir eins og ég sagði, eins og við þykja íbúð sko, sem maður myndi fá ókeypis einhvers staðar á völlunum. Þannig að þess að samgöngur eru rosalega þungar og öll afþreying er misvæðis. En hvernig er það, þú veist, maður er alltaf að heyra að það sé svona mikil eftirspurn eftir litlum, ódýrum íbúðum. Af hverju er markaðurinn ekki að bregðast við þessu? Það er góð spurning sko, sem að þurfti kannski að spyrja einhverja byggingameistara að. Það eru ýmsar ástæður, til dæmis er svo ástæða sum gjöld eru miðuð við eininguna íbúð, hvort sem eru 100 fermetrar eða 50 fermetrar, þannig að þá borgar sig fyrir byggingameistaran að byggja stærra og borga sama gjaldið og svo er náttúrulega bara svona íhaldssemi svolítið mikið í greininni, menn er að byggja það sem að eru vanir að byggja og kannski sko þykir mannum of mikil áhætta að fara að byggja allt of mikið af litlum íbúðum sem að eiga kannski erfitt með að selja og svo líka hefur heyrst það sko sumstaðar að skipulagsyfirvöld sko vilji gjarnan hafa svona sko blöndu, þú ferð ekki að byggja 10 litlar íbúðunum og byggir þá einhverja 5 eða 10 stærri við hliðina sko þannig að það eru margar ástæður fyrir þessu. En er ekki kröfurnar venjulega á hinn veginn hjá skipulagsyfirvöldum að þú verður að byggja ákveðið margar litlar íbúðir eða félagslegar íbúðir Já, það er farið að koma svolítið meira núna sko. Það hefur ekki verið en síðan náttúrulega er staðan auðvitað sú sem er kannski megin staðan að þó að það sé byggð lítil íbúð, ný íbúð, segjum svona íbúð sem ég var að tala um áðan upp á einhverja sko 60 fermetra þá kostar hún kannski 40 milljónir ný og það er ekkert eins og var auglýst daginn sko í einu hverfi nýjar íbúðir til sölu tilvaldar í fyrstu kaup 42 milljónir minsta íbúðir sko. Ég hef ekki 42 milljónir. Nei, þannig að sko það er svona það er alltaf punkt hvað, 6 milljónum í í eigið þér sko og svo borgar náttúrulega meira mánuði kannski 180-90 mánuði eitthvað svoleiðis þannig að það er svona svolítið svona mörg vöð sem þarf að brúa í þessu sko þannig að umræðan gengur út á það
að allir vilja kaupa, allir vilja eignast litla íbúð í miðbænum, en það náttúrulega ekkert allir sem geta það, sko. En það þannig samt ekki að þú veist, fermetraverðið er venjulega svona meira á minni íbúð. Jú, það það alltaf, sko. Þannig að maður myndi einhvern veginn halda sko, nýtnin á lóðinni væri betri með mörgum litlum íbúðum í staðin fyrir færri stórum. Já, það væri hægt að gera það, sko, en ástæðan fyrir því að þetta svona fermetraverðið miklu hærra á litlum íbúðum að eldhúsið og baðherbergi eru langt dýrustu einingarnar og það eldhús og baðherbergi í öllum íbúðum. Og það dreifist bara fleiri fermetra í stærri íbúðum. Eitt bara herbergi, sko, sem ekkert í, sko. En ef við sleppum bara eldhúsi og klósetti og þetta bara svona eitt herbergi bara. Þessi umræða kom upp, sko, að það þyrfti að byggja einfalt og ódýrt, mjög einfalt, miklu einfaldara heldur en verið hefur. En það líka svolítið trikki spurning, sko, vegna þess að við erum alltaf að byggja íbúð til kannski 100 ára, 150 ára og við erum ekki að byggja hana bara fyrir ykkur, þið búið í henni kannski 5 ára og svo kemur ykkur annar. Þannig að það er svo erfitt að gefa ykkur tímabundin afslátt af gæðum og svo framvegis, sko, vegna þess að þetta er svo mikið langtímavara, sko. Ég var að lesa hvað daginn að þegar það var að byggja verkamannabústaðina á Hringbraut, þá hafði þótt þvílíkt bruðul að þetta vera baðherbyggi í hverju íbúð. Það var líka 1930. Já, fyrir verkamenn. Hvað næst? Kampaðinn í öll baðkurinn líka? Já. En hafa svona kröfur samt ekki, þú veist, mikið með verð að gera? Það þarf ekki að vera, þú veist, geymslur og bílastæði og eitthvað svona sem maður hefur kannski engan áhuga á? Það farið að spila svolítið á það, sko, að sleppa bílastæðum til dæmis í miðborgum, af því að það reikna með að fólk eigi færri bíla. Geymslurnar eru kvöð, en það er hægt að útfæra með öðrum hætti og svo framvegis, sko. Það skiptir miklu máli fyrir verð á íbúð, hvort þú ert með niðurgrafna bílageymslu eða ekki. Það kostar náttúrulega alveg hellinga peningum, sko. Ég meina, þú veist, bílastæðir, hvað? 10 fermetrar? Nei, ég veit það ekki. Þú veist, 7x3 eða eitthvað. Nei, ég veit ekki. En það er allavega, þú veist, þetta er hellingur, skilur. Þetta 3 bílastæði, það ertu komið bara með sæmilega íbúð, sko, í rauninni. Það er væntanlega þannig, sko. Vegna þess að þetta er náttúrulega líka byggt, sko, neðanjarðar, kostnaður, það grafa, stundum flókið. Já, mitt. En þetta þarf maður að borga fyrir, saman hvort maður er á bíl eða ekki. Það er svona... Já, það fjölga, náttúrulega það er ekki bílageymslur við stúndagara til dæmis og færri bílastæði, væntanlega. Þetta er aðferðin gegn stúdendum. En sko, en að búa með einhverjum félag, af því þú veist, ég hef oft ímyndað með svona dorm life eins og er í öllum bíómyndum, sko, þú veist, að búa með einhverjum félag, sko, þú veist, er það eitthvað sem þið hafið svona verið spennt fyrir eitthvað skoða, þú veist, annarkvort að kaupa með einhverjum vini eða eitthvað eða leigja stúdenta íbúð, þú veist, Pétur, en við ekki bara flytja inn í stúdenta íbúð saman og... Ég veit ekki alveg hvort þið er búin að kaupa með þér allavega. Nei, kannski trúlega okkur fyrst. En þetta er alveg orðið nokkuð algengt, finnst mér, að kannski 3 pör eða 4 vinir sé að kaupa egg saman. Og ég hef 2 vinahópa sem að gera þetta og þetta er einn mesta skemmtun. Bara kommuna? Já, bara kommuna. Og ótrúlega gaman og það er bara 1 eldhús og 1 baðherbyggi og hérna. Ég veit ekki alveg með að kaupa með eitthvað. Nei, kannski ekki. En ég get alveg sem að leigja, þú veist, tímabundi með einhverjum. Því þú veist, strax þú veist kannski, því íbúðin þarf ekki að vera mikið stærri, eins og þú segir, sko, þú veist, eldhús og hérna baðherbyggi er nóg, skilur, eitt af hvoru, en síðan bara stækkar hann aðeins til að gera ráð fyrir öðru herbyggi, sko. Það myndi halda að kostnaðurinn á per mann, sko, myndi lækka umtalsvert að það væri þannig. Alveg örugglega. Einmitt, þessi vinir mínu sem keyptu saman, sko, þeir sá sparnaði þessu, sko, að hérna búa svona saman. Og þetta er einmitt algjör kommuna og mikið partí, standlaust partí. Þannig að þetta er bara besta skemmtun. Lýðheilsu vandamál bara. Já, í rauninni. Já, vandamál við nágranna og... Já. En hvernig er, minnst umræðan einhvern veginn vera á þann vegi að það sé svo ótrúlega erfitt að fasteignamarkaðan sé svo erfiður í dag. Ég meina, hefur þetta ekki alltaf verið svona erfitt? Jó, þetta var alltaf verið erfitt, nema kannski 2-3 ár fyrir hrun. Það var svo auðveldur aðgangur að lánsfé að það gátt allir fengið lán alveg upp í 100% og yfir 100%, þannig að þú þurftir ekki að eiga nátt skapaðan hlut og svo náttúrulega fóru sumir illa út úr því. En þetta hefur alltaf verið erfitt. Það sem er vandamálið núna til dæmis er að fasteignaverðið hefur hækkað svo mikið, sko. Þetta er orðið, og það er hlutfallslega mjög hátt sögulega séð, sko. Þannig að skorti þá framboðið eða? Já, að einhverju leyti, sko. Það var náttúrulega allt brjálað þarna árið 2016 og 17, alveg fram í júní 2017. Þá var allir í kapphlaupið að ná síðustu íbúðum sem kemur á markað og þá hækkaði verðið, sko. Árshækkunin eða hækkunin einu ári í maí 2016 var sko 23%.
sem er alltaf alveg galið fyrir íbúðir, svo bara stoppa allt saman sko. Og ég hef alltaf ímyndað með það að fólk að hugsa sér svo, sko, ég ætla nú ekki að fara að láta gera með fíbli áfram sko. Nú býð ég aðeins eins og hún segir, sko, ég vil bara býða og síðan hefur þetta verið miklu rólegra en verðið samt, sko, hefur ekki lækkað, það pínulítið hækkað en ekki mikið en það er svakalega hátt og það gerir þetta líka svolítið erfitt og síðan þetta með sko frambúðinu og eftirspurnu, það alltaf sagt sem svo sko að það sé mikill skortur á íbúðum og mikil eftirspurn. Ég held að það sé sko mjög mikið frambúð í íbúðum en ég veit ekki með eftirspurnina vegna þess að ef að fólk sér fram á að geta ekki keypt það sem að verið að byggja og bjóða fram, þá náttúrulega bara mikið bil sem þarf að mætast einhvern veginn, annarkvort með verðlækkun eða tekjuaukningu eða eitthvað svoleiðis. Og þetta finnst mér eina af þessum stóru spurningum í samfélaginu og verður örugglega talað mikið í kjarasamningunum eftir áramót sko. Hvernig á að brúa þetta bil sko, til þess að það nái saman allt sem er til sölu og allir þeir sem að vilja kaupa en geta það ekki. Eða kannski vilja það ekki sko. En í þessari umræðu ekki alltaf verið að tala einhvern veginn sko höfuðborgarsvæði, eins og segir að sko fyrstu kaup eru alveg jafn mikil út á landi sko. Er fólk ekki bara að fara að líta meira til þess að kaupa kannski hús í Þorlákshöfn og bíl og reka hann fyrir mismunin sko, og bara keyra á milli í staðinn? Já, ekki bara það, heldur líka sko hafa margir tekið ákvörðun mörg byggingafyrirtæki að byggja frekar á Akranesi eða Reykjanesbæ eða Selfossi eða Þorlákshöfn af því að það er ódýrara. Já, bara út af lóðum. Já, út af lóðum og líka bara miklu einfaldara. Það verið að byggja svo mikið hér inn í byggðum hverfum og það er svo flókið. Á þessu stöðu getur bara kannski fengið tún til þess að leika sko. Þannig að það er engir árekstrar eða neitt svoleiðis sko. Bara eins og í Sims. Akkurat. Þannig að þú bara byggir á akri og kemur engið þangað fyrir en þú hleypir einhverjum að sko. Ég get alveg séð fyrir mér að búa eins á Akranesi, frítt í göngi núna og svona. Já, hvað verður það lengi? Já, en þú veist var ekki líka koma að ferja? Jú, Akraborgin, hún er komin aftur kosti 6.000 kall eða eitthvað að ferja komin aftur? Já, ég held að kom og fór Nú, ok. Já, ég held að það sé ekki komin aftur. Nei, ok. Það verður alveg gaman að taka ferjuna. Það var svolítið tilraunaverkefni, sko, fólk sem vann við mér, sem ég vinn alltaf alveg niður höfnina, frá Akranesi, þetta var alveg drauma tími fyrir það. Já. Það bara fór út, þeir eru byggju Akranesi og svo lasa blöðinu eitthvað og svo bara labbaði það 5 mínútur. Já. Ég heyri líka af manni sem býr í Bryggjuhverfinu og hann bara sildi, tók bara speedbát í vinnuna og svo meðan hann var að vinna í bæ þá henti hann bara veiðustöng út og var yfirleitt með eitthvað í matinn. Rosa hagkvæmt. Úr höfninni, fiskurinn. Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann veitir sko. En þú veist, en þið, myndu þið alveg sjá fyrir ykkur að, ég veit ekki, flytja til Keflavíkur, flytja til Þorlákshafnar og keyra á milli? Ég get það ekki. En mér finnst líka svo leiðilegt að keyra sko. Já, þegar maður er svona góðu vanur að vera einhvern veginn. Ég hjóla venjulega um allt. Niðurstaðan er svo sko, það er alveg dásamlegt að vera í foreldrahúsum og það er engin ástæða til þess að breyta því. Nei, en svo líka við höfum bara svo gott að geta verið í foreldrahúsum. Það geta það ekkert allir. Nei. Þannig hann alltaf, Já, pabbi setti nú það hættulega fordæmi að hann beið bara eftir að foreldrar hans fluttu út frá honum, þannig ég ætlaði bara að spila sama leik haldi. bara þreyta foreldraina. Já. Þeir hljóta að fá leiða mér endan þegar ég var svona 43 fjæra. Komu konu og börn og 2 hundar. Já, þeir eru nú dómsmálið á Ítalíu. Foreldrar fengu dómsúrskurð til þess að henda syni út. Það er ákveðin skellur að vera það lengi í heimahúsi að bara komið til þess. En Ari, bara svona heldur þurfum að fara að klára núna en svona einhver ráð til þess að komast út af húsnæðismarkaðinn? Það er alltaf að spara eins og hún gerir, spara vel og lengi. Stundum hefum það heyrt sögur af fólki sem byrjaði bara á því að leggja fermingargjafirnar fyrir og spara og síðan náttúrulega er að nota það leiðið sem eru eins og til dæmis sér eitthvað sparnað en ef að það á við þá er það mjög góð leið til þess að fá auka kauphækkun og líka skattfrelsi og síðan bara að fara varlega, passa sig, vera ekki að fara á langt, byrja lítið eins og mín kynslóð byrjaði yfirleitt í risíbúð eða kjallaraíbúð, lítilli. Ekki beint í embílushús og Arnarnesi. Nei, þannig að þá var þetta sko, fólk fetaði sig áfram sko, tók eitt herbergi í einu sko, en að sömuleyti er náttúrulega markaðurinn orðin svolítið flóknari, það er náttúrulega
eins og ég sagði sko, þú getur ekki keypt ófullbúið húsnæði og það eru minna frambúð að kjallaríbúðum og risíbúðum hlutvarslega heldur en var sko. Þannig að og svo þetta mátti ekki vera heilsuspillandi heldur sko. En þetta er betur fyrr. Já. En það er ódýrt að fá heilsuspillandi. Mjög hagkvæmt að vera í iðnaðarhúsnæði. En ég myndi ekki nenn að þrífa einbýlishús heldur. Nei, það er alveg rétt. Það er frekar til í litla kjallaríbúð, auðvitað ekki svo. Já, það er mjög vanmetinn punktur einmitt, fólk sem eitthvað, já, ætla að vera með geðett stórt hús, bara, já, ok, njóttu þess að riksu alla helgina. Alla helgina. Já, þannig að flestir hugsaða þannig að þú komist í þá stöðu í samfélaginu að þú getur bara fengið ykkur til þess að gera þetta fyrir þig. Já, kannski. En já, spara, það er gott ráð. Ég var að vonast að þetta er eitthvað skemmtilegra sko. Já, eitthvað svona nýtt sko, eitthvað svona patentlist. Það vinna í lottói. Já, það er eins og þeir eru á háskólanum hérna í gamla daga, þá var auglýstið happdrætti háskólans fjórði hver miði hlýtur vinning. Keyptu fjórða hvern miða og hrepptu alla vinningana. Það varst á grænni grein. Já, þarna hefur við hagfræðingur frá Landsbankanum mælu með því að kaupa lottómiða. Höfum þetta loka orðin dag. Takk hérlega fyrir komuna. Þetta var umræðan, samstarfspodcast Stúdentaráðs og Landsbankans og ég heiti Jónas Már og er framkvæmdastjóri Stúdentaráðs og stýri þessum þætti.